Viska til frelsis, 24. kafli, dauðinn. Lífskeiðið hefst við fæðingu og lýkur við dauðan. Sálin kemur í líkamann sem hennar faratæki hér á jörð. Í gegnum líkamann upplifir sálin hið jarðneska líf og umhverfi. Að lífi loknu yfirgefur sálin líkamann og fer aftur á þann stað þaðan sem hún kom. Það sem hún tekur með sér úr lífinu upplifunin, reynslan og hinn andlegi þroski sem hún öðlaðist. Fjársjóður hvers og eins geymdur í sálinni og fylgir hvers sem farið er. Dauðinn óumflýjanlegur hluti af lífinu og það augnablikið þegar sálin yfirgefur líkamann. Það misjafnt hversu lengi hvert líf varir og getur það varið frá fósturláti til hárrar elli. Dauðan getur borið að með ólíkum hætti. Sumir deyja snögglega og aðrir geta verið mörg ár að deyja. Þetta fer eftir því hvað það sem sálin ætlar sér að upplifa í hverju lífi. Margir óttast dauðan og það eðlilegt. Þó svo að sálin hafi farið í gegnum ferlið oft áður, þá þetta nýtt og óþekkt í hverju lífi. Yngri sálirnar í mörgum tilfellum vantrúaðar á líf eftir dauðan og trúa því að ekkert taki við á meðan eldri sálirnar orðnar meðvitaðar að þær hluti af stærri heild og lífið aðeins hluti af heildarferlinu. Þær vita að það líf eftir dauðan og það annað líf sem tekur við. Oft á tímu hefur dauðinn meiri áhrif á eftirlifandi aðstandendur heldur en þann sem deyr. Sorgin og tómleikin verða yfirþyrmandi fyrst sinn en síðar jafnar það sig og lífið hjá eftirlifandi ættingjum og vinum fer í samt horf á ný. Sálin fer á astralsviði þar sem hún dvelur á milli lífa. Þar hittir hún fjölskyldu, ættingju og vini sem fóru á undan. Andlegi leiðbeinendur hjálpa sálin að komast heim á ný og á réttan stað. Sá sem deyr öðlast oftast meiri víðsýni og meiri skilning á lífinu þegar hann komin yfir. Sjálfur dauðinn tekur augnablik en það tekur sálirnar mislangan tíma að átta sig á því hvað gerst hefur og sumar sálir fara ósáttar úr lífinu og það getur tekið langan tíma að vinna úr því lífi sem þær voru að klára. Eitt af því sem gerist rétt eftir að sálin kemur upp að þá farið yfir það líf sem hún var að ljúka og það hluti af þroskaferlinu. Að læra af því sem vel gert og því sem miður. Tókst sálin að leysa úr þeim verkefnum sem hún ætlaði sér. Ein af þeim spurningum sem farið yfir. Enginn dæmdur því allt hluti af þroskaferli sálarinnar frá lífi til lífs. Sumar sálir fara hratt yfir voru fljótar að þroskast og ná tökum á jarðnesku lífi að meðan aðra fara hægt yfir og lifa mörgum lífum til að öðlast þroska. Þegar sálin hefur yfirgefið líkamann og komin yfir á astralsviði, þá upplifunin eins og lífið hafi verið eitt augnablik líkt og að vakna upp af draumi. Hvert líf Guðs gjöf sem hver og einn þarf að læra að njóta og fá það góða út úr hverju lífi. Að upplifa kærleika, hamingju og gleði í brjósti sínu í hverju augnabliki æðsta markmið lífsins. Það eðli jarðnesks lífs að upplifa hið gagnstæða stund en að lokum mun hið æðsta markmið nást hjá hverjum og einum. Þó svo að unga sálin viti að hún lifi aðeins einu lífi hér á jörð og að ekkert taki við, þá upplifir hún sig stundum sem eilífa. Sama á við unga manneskju þar sem dauðinn fjarlægur. Á sama tíma óskar gamla sálin að þetta jarðneska líf sé það síðasta því hún hefur áttað sig á stóru heildarmyndinni og veit að hún lifir mörgum lífum hér á jörð. Hennar ósk oft sú að nú megi þessum jarðnesku lífum brátt ljúka. Þessum má líkja við eldri manneskju í þreyttum líkama sem óskar sér þess að mega deyja og yfirgefa þreyttan og veikan líkamann. Þannig breytist lífsýnin og viðhorfin til dauðans með hækkandi aldri á sál og líkama. Dauðinn kemur til okkar þegar honum ætlað
en þú ert eilíf sál í dauðlegum líkama og því heldur líf þitt eilíflega áfram. Það er því ekkert að óttast, hvorki lífið né dauðan. Óttin er blekking og það sama á við að óttast dauðan. Það er líka blekking. Þegar sálin hefur lokið sínum jarðnesku lífum og upplifað allt það sem jarðneskt líf hefur upp á að bjóða, þá yfirgefur hún líkamann í síðasta sinn og öðlast hið eilífa líf í andans heimum. Og að lokum samhennast hún Guði og Guðs orkunni, þaðan sem hún kom í upphafi. Sá sem þroskar sig andlega og hækkar meðvitund sína öðlast djúpan skilning á lífinu og tilverunni. Hann sér heildarmyndina og sér för sálarinnar frá upphafi til enda. Hann veit í hjarta sínu að dauðin er engin endir, heldur umbreyting og eðlilegur hluti af hinum jarðneska lífi. Dauðin er jafn eðlilegur og sjálf fæðingin og lífið.